þróunarsaga sjávarútvegs á árunum 1920 til 1950. Stjórnandi þáttana Erlendur Svinsson en hann svo einnig handrit. Kvikmyndataka var í höndum Sigurðar Sverris Pálssonar en framleiðandi Lifandi myndir HF. Þessi útsending stýrt af Ólís. Heimsstyrjöldinni fyrri lokið. Íslendingar hefjast handa að endurreisa togarútgerðina. Ekkert telst gróðavænlegra og eru prófessorar, menntaskólakennarar, bændur og sveitaprestar á meðal hluthafa í nýstofnuðum togarafélögum. Árið 1920 koma 19 nýjir togarar til landsins. Íslendingar nota tækifæri til að endurnýja togaraflota sinn áður en stríðsþjóðirnar hafa rétt úr kútnum. 16 nýjir togarar bætast við togaraflota Reykvíkinga árið 1920 og því hafa íbúar aðal togarabæjar landsins nóg að gera við að taka á móti nýjum togurum. Þessi viðamesta fjárfesting sem þjóðin hefur lagt út í gerð án ríkisafskipta. Að ræða meiri fjárfestingu en nemur öllu sparifé landsmanna. Togarinn Rán frá Reykjavík hér að leggjast að bryggju á Akureyri. Þar aðeins gerður út einn togari á þessum tíma. Nýju togararnir eru rúmlega 300 tonna skip, 70 tonnum stærri en gömlu togararnir. Með þeim hefst blómaskeið einkaframtaksins í togarútgerð á Íslandi. Við þessum kraftmiklu skipum taka skipstjórar sem aldir hafa verið upp á togurum en ekki skútum eins og forverar þeirra og nú ruðst út á ný mið utan við grunnslóðina. Afburða skipstjórar ná brátt tökum á fiskimiðum eins og Kolluálskanti, miðum út af Svörtuloftum og halamiðum að ógleymdu Hrauninu og Selvogsbankanum sem aðal vertíðarslóðin. Íslendingar sitja nú ekki lengur einir að gullkistunni. Eftir stríðið hófu aðrar fiskveiðiþjóðir stórsókn á Íslandsmið. Fiskistofnarnir höfðu jafnað sig í styrjöldinni og á 2 árum jókst þorskaflinn meir en helming. Á saltfiskveiðum á vetrarvertíð frá febrúar og fram í júní 30 menn í áhöfn. Algengt að 2 hausarar hausi fiskinn fyrir 8 til 10 flatningsmenn sem fletja 2 og 2 saman. Einn maður í pondinu svonefnda og hefur það illa verk með höndum að vaska fiskinn og kasta honum niður í lest. Þar vinna 3 saltarar hörðum höndum við að salta fiskinn í stíur. Það gat tekið langan tíma að vinna sig upp í stöðu flatningsmanns enda flatningin einungis að færi úrvalsmanna. Góð áhöfn ræður mestu afköst skipanna. Árið 1920 síðasta árið sem hægt að láta menn vinna á meðan þeir standa í fæturna, því 1921 sett vökulög 6 tíma lágmarkshvíld á sólarhring. Þrátt fyrir mikla veiði ná togararnir ekki að fiska fyrir útgerðarkostnaðinum. Auk þess varð smíðaverð þeirra miklu hærra en gert hafði verið ráð fyrir og því draga margir þeirra á eftir sér skuldahala sem hlýtur að leiða til ófarnaðar. Vélbátaútgerðin verður einnig fyrir barðinu og rekstrarerfiðleikum á árinu 1920. Engu að síður heldur vélbátaflotinn áfram að stækka.
Fyrst sinn fjölgar mest vélbátum sem eru stærri en 12 brúttólestir vegna þess að nú fiskast mest á djúpslóð. Á dagróðrarbátum suðvestanlands er 10 manna áhöfn, 5 menn á sjó og 5 í landi. Sjómenn landa aflanum að loknum róðri en landmenn taka við honum á bryggju og bera hann eða aka á kerrum upp í fiskrærnar þar sem aðgerðin fer fram. Víða var gert af aflanum utanhús hvernig sem viðraði. Aðgerðarsvæðið var þá fyrir framan söltunaraðstöðuna en yfir henni voru gjarnan verbúðir með íveruskála bæði fyrir sjómenn og landmenn. Gífurlegur vinnuþrældómur og stanslausar vökur voru lagðar á landmenn í aflahrotum. Margur aðgerðarmaðurinn varð sár á höndum undan hnífnum þegar mest gekk á. Dæmi að beita þyrfti lögregluvaldi þegar komið var fram á hádegi á páskadag til að menn tækju sér frí eftir nokkura sólarhringa törn. Samt lögðu menn metnað sinn í að vanda til verkunarinnar því öllum var ljós nauðsyn þess að framleiða fyrsta flokks vöru. Að lokinni aðgerð þurfa landmenn að beita fyrir hvern róður línubáta. Besta fáanlega beitan er síld. Í hverju bjóði eru 500 önglar og því þarf vinnurhraðinn að vera mikill. Þreyta og svefnleysi gekk oft hart að mönnum þegar keppst var við að ljúka beitingu í tæka tíð. Fyrir hvern róður var að meðaltali beitt í 15 til 18 bjóð. Vestmannaeyjabátar mátti ekki setja fulla ferð fyrir þeir voru komnir út úr hafnarmynninu en oft var mikill handagangur í öskjunni, jafnvel árekstrar þegar 80 til 90 vélbátar létu úr höfn á sama tíma. Vertíðir vélbátana voru breytilegar eftir landshlutum og veiðiskap. Lína var ennþá aðal veiðarfærið en handfæri voru einnig notuð á minni bátum. Í byrjun 3. áratugarins voru vestmannaeyingar einir að nota þorskanett. Fyrir kom að öll vinna landmanna væri unnin út á sjó borð í svonefndum útilegubátum. Gífurleg þrengsli voru til allra verka og slæm vist fyrir 10 til 12 manna áhöfn. Vinnuharkan var síst minni en á togurunum þar sem vökur borð í útilegubátum gátu orðið á 4. sólarhring í aflarhrotum. Ekki var farið í land fyrir en búið var að fylla bátinn af saltfiski. Gróskumest var útileguútgerðin hjá Ísfirðingum sem höfðu lagt stund á hana allt frá því í heimsstyrjöldinni fyrri. Aflan lögðu þeir upp á ýmsum höfnum suðvestanlands en Sandgerði varð aðal viðlöguhöfnin. Norrlendingar og síðar austfirðingar gerðu einnig út á útilegu. Hafnaraðstæður réðu mestu stærð báta og útgerð þeirra á hverjum stað. Á sama tíma og hafnleysi hamlaði þróun vélbátaútgerðar víða land fjölgaði vélbátum Vestmannaeyinga svo tugum skipti og gat höfnin tekið við öllum þessum bátum þó að bryggjur væru litlar vegna þess að þeir lágu við legufæri á milli róðra. Togarar þurftu hins vegar stórar bryggjur og nægan mannskap til að landa fiskinum og búa skipin á ný út til veiða. Þetta setti togaraútgerð skorður úti á landi. Það þóttu duglegir löndunarkarlar sem voru ekki nema 6 klukkustundir að losa 150 tonn af saltfiski, setja 150 lifrarföt á land og taka salt og kol borð fyrir næsta túr. Eftir að Íslendingar höfðu endurnýjað fiskiskipastól sinn höfðu þeir yfirburða stöðu gagnvart samkeppnisþjóðunum í framleiðslu á saltfiski. Mestur hluti vertíðarafla bæði togara og báta var verkaður í salt yfir vetrarmánuðina. Fiskurinn var síðan rifinn upp og vaskaður að vori og þurrkaður á sumrin á fiskreitum í öllum landshlutum. Menn gerðu sér vonir mjög gott verð fyrir saltfiskframleiðslu ársins 1920 og mynduðu nokkur stærstu útgerðarfélögin og saltfiskframleiðendurnir sölurhringa til að koma í veg fyrir undirboð á markaðnum. Þess var hins vegar ekki gætt hvað framboðið á saltfiski í heiminum hafði aukist gífurlega og svo hins að Spánverjar og Ítalir áttu við mikla efnahagsörðuleika að etja. Spánn var sem fyrr aðal markaðsland Íslendinga. Þangað fórum helmingur saltfiskframleiðslunar
og nær fjórðungur til Ítalíu. Þegar loks kom að því að selja framleiðsluna haustið var offramboðið orðið slíkt að saltfiskurinn sem greiða átti niður endurnýjun togaraflotans féll í verði rúm 30% án þess að vanmáttugir sölurhringar Íslendinga fengju þar nokkru ráðið. Þetta mikla verðfall veldur því að nokkur skuldum vaðin togarafélög verða gjaldþrota. Ljóst að nýtt Ísland verður ekki byggt upp í einu vetfangi enda tekur nú víma framfarasóknarinnar frá því í byrjun ársins að renna af þjóðinni við kynni hennar af vægðarlausum lögmálum markaðsbúskaparins. Ólesturinn í sölu og markaðsmálum kom sérstaklega hart niður á Hafnarfirði, öðrum stærsta togarabæ landsins, en 3 helstu útgerðar- og fiskverkunarfyrirtækin í bænum urðu gjaldþrota af völdum verðfallsins. Hafnfirðingum var veitt undanþága frá nýsettum lögum sem bönnuðu útgerð útlendinga frá íslenskum höfnum og var það til þess að breska fyrirtækið Heljarbræður hóf útgerð og fiskverkun í Hafnarfirði. Við það dró úr gífurlegu atvinnuleysi sem skapast hafði í bænum, enda gerði fyrirtækið að jafnaði út 6 togara frá Hafnarfirði og lét verka þar allan sinn fisk. Kveldúlfur sem varð stærsta fiskverkunar og útgerðarfyrirtækið á þessum tíma hafði leitt hjá sér fisksölubrask ársins 1920 og naut þess nú að hafa ekki selt togara sína í stríðinu. Félagið gerði út 8 togara og rak umfangsmikla síldarútgerð á sumrin. Sá háttur hafður á að togarar eru ýmist sendir á síld yfir sumarmánuðina eða þeim lagt fram á haust eftir að nauðsynlegu viðhaldi þeirra hefur verið sinnt. Elsta og næststærsta togara- og fiskverkunarfélag landsins, Allianse, heldur einnig sínum togurum til síldveiða á sumrin. Allianse nýtur góðs að því eins og Kveldúlfur að hafa ekki selt togara sína í styrjöldinni og gerir út 5 togara. Í síldarhöfuðstanum Siglufirði fer saman peningalikt og alþjóðlegt andrúmsloft. Hingað koma síldveiðiskip frá öllum Norðurlöndunum, Eistlandi, Bretlandi og Þýskalandi til að ausa upp silfri hafsins fyrir Norðurlandi. Í síldveiðiflota Íslendinga voru auk togara og vélbáta svonefndir línuveiðarar sem voru 100 til 200 lesta gólfuskip keypt til landsins eftir 1920. Grundvöllur fyrir þátttöku togaranna í síldveiðurum styrktist til muna með eflingu síldarbræðsluiðnaðarins enda veiddu togarar einkum til bræðslu. Bátarnir veiddu hins vegar mest til söltunar. Þeir máttu ekki vera mikið undir 20 tonnum til að geta athafnað sig með snurpunót og þurftu 16 til 18 manna áhöfn. Hér nótin komin borð í svonefnda nótabáta sem notaðir voru til að kasta henni á síldartorfu. Vélar kom ekki nótabáta fyrir löngu seinna og því var það mikil kraftaraun að stunda síldveiðar á þessum árum. Til að minni vélbátar allt niður í 8 tonn gætu ráðið við síldarnætur urðu 2 eða fleiri bátar að vera saman hverja nótt og voru þá kallaðir tví- eða þrílembingar. Þar sem síldin veitist á sumrin hábjargræðistíma sveitanna fundu bændur og fulltrúar þeirra á Alþingi þessari vaxandi grein íslensk sjávarútvegs allt til foráttu. Því varð ekki á móti mælt að síldarsölumálin voru í miklum ólestri og strax eftir styrjöldina varð síldarútgerðin fyrir sögulegum skakkaföllum sem nefnd voru krakkið mikla. Vanþekking á markaðsaðstæðum ásamt spákaupmennsku og gagnslausri hringamyndun leiddi til þess að haustið 1919 hrundi verð á síldartunnu úr tæpum 100 krónum niður í ekki neitt. Stór hluti framleiðslunar lá óseldur í erlendum höfnum og var orðin ónýt vara vorið 1920. Fjöldi síldarútgerðarmanna var gjaldþrota og þegar verðfallið á saltfiskinum bættist við haustið var eins og salti væri núið í sárin. 1924. Halamiðin finnast út af Vestfjörðum. Hér fá togararnir mikinn afla bæði sumar og haust og verður þetta metaflaár og eitt mesta veltiár í sögu íslenskrar togarútgerðar. Tekjur togarana meir en tvöfaldast og fer togarútgerðin nú loks að rétta úr kútnum. Ísfiskveiðar togarana fyrir Bretlandsmarkað á haustin höfðu mikla þýðingu fyrir rekstur þeirra. Á ísfiskveiðum var fækkað í áhöfn niður í 18 til 19 menn, enda færri handtök en á saltinu
þar sem fiskurinn er aðeins slægður og þveginn. 1925, enn meira veitt og verkað en metafla árið á undan. Talað er saltfisk árið mikla. Ísafjörður, Flateyri og Þingeyri bætast í hóp togarútgerðarstaða. 47 togarar eru gerðir út frá 6 höfnum og er Helliarútgerðin í Hafnarfirði með flesta togarana 8 að tölu. Vélbátar yfir 12 lestir er orðnir 200 talsins og eiga stóran þátt í þeim mikla afla sem á land berst. Samt gerist það nú í fyrsta sinn að afli togarana verður meiri en bátana. Eftir því sem saltfiskstæðurnar stækka aukast í vonir manna góða afkomu á þessu örlagaríka ári 1925. Það á ekki síst við bátaútgerðarmenn fyrir vestan sem voru ekki enn búnir að jafna sig eftir markaðshrunið í byrjun áratugarins. Við þessar aðstæður telur ríkisstjórnin hins vegar tímabært að þjóðin eignist hlutdeild í útgerðargróðanum og hækkar gengi krónunar í áföngum fram á haustið 1925. Nú skyldi skapa traust á gjaldmiðli þjóðarinnar. En framboð á saltfiski var meira en markaðirnir þoldu og áður en búið var að selja hrundi verðið. Í stað þess að færa mönnum gróða leiddi saltfisk árið mikla til gjaldþrota. Ísfirðingar sem farið höfðu einna verst út úr hruninu á saltsíldarmarkaðinum í byrjun áratugarins þoldu ekki þennan viðbótarskell sem kom fram af fullum þunga árið 1926. Þá urðu stærstu útgerðarmennirnir í þessum höfuðstað Vestfjarða gjaldþrota. Í ársbyrjun 1927 auglýsti Íslandsbanki 11 vélbáta til sölu og voru þeir flestallir seldir burt úr bænum. Með þeim hurfu mestu aflaskipstjórarnir á brott. Verið var að leggja atvinnulíf staðarins í rúst. Til að mæta þeirri miklu neyð sem skapaðist ákváðu Ísfirðingar að reyna fyrir sér með nýtt útgerðarform og stofnuðu til samvinnufélags vélbátaútgerð. Félagið lét smíða 7 samstæða báta til að spara rekstrarkostnað og var nú í fyrsta sinn í útgerðarsögunni gert út á samvinnugrundvelli. Þessi nýbreytni vakti athygli land allt og átti eftir að verða brimbrjótur í ölduróti þeirra atburða sem framundan voru. New York 1929. Verðbréfamarkaður í Wall Street hrynur. Fólk skelfingu lostið. Nú koma fram afleiðingar þess að efnahagslega heimurinn ekki enn búinn að jafna sig eftir heimsstyrjöldina fyrri. Kreppa breiðist út í viðskiptum þjóða. Milljónir manna missa atvinnu sína. Íslandsmið 1930. Mesta afla ár aldarinnar miðað við sókn. En enginn sér fyrir þá martröð sem þessi mikli sjávarafli á eftir að hafa í för með sér. Aðalbanki útgerðarinnar, Íslandsbanki, hefur enn ekki rétt sig við eftir markaðshrunið í byrjun áratugarins og er nú lýstur gjaldþrota en leið endurreistur sem útvegsbanki Íslands. Við þessar aðstæður kemur stærsta og fullkomnasta skip togaraflotans Garðar til landsins og eru togarar þó orðnir 42 að tölu. Grandalausir gagnvart ógnum heimskreppunar halda togarar, línuveiðarar og vélbátar til síldveiða sumarið. Efnahagsleg uppbygging landsins hefur fyrst og fremst snúið að sjávarútveginum, enda eru sjávarafurðir nú 90% af vöruútflutningnum. Fyrsta síldarverksmiðja ríkisins er gangsett sumarið 1930 og hefst nú þáttaka ríkisins í síldarævintýrinu. Á stakkstæðunum land allt er verkafólk að skapa gjaldeyri úr þeim metafla sem kom á land á vetrarvertíðinni. Út frá sjávarplássunum glóir á hvítagullið svo langt sem augað eigir og ilmurinn af mesta útflutningsverðmæti þjóðarbúsins fer vit landsmanna. En þessi mikla saltfiskframleiðsla á Íslandi og í öðrum saltfiskframleiðslulöndum hlaut að leiða til offramboðs eina ferðin enn. Auk þess rýrir vætutíð gæði íslenska saltfisksins og kreppa dregur úr innflutningsgetu markaðslandana. Verðið tekur að falla. Markaður fyrir ísfisk í Bretlandi hefur verið að styrkjast allan þriðja áratuginn. Sumarið 1930 hefst ísfiskútflutningur til Þýskalands sem mikilvæg nýjung fyrir útgerðina. Hins vegar berast stöðugt fréttir af verðfalli á öllum fiskmörkuðum Íslendinga þetta metafla ár.
En þjóðin er vön verðsveiflum og gerir sér ekki grein fyrir að neitt óvenjulegt sé á seiði, hvað þá að afleiðingar verðbréfahruns í New York sé að koma fram á Íslandi. Haustið hraðfellur fiskverðið og birgðir af óseldum saltfiski taka að hrúast upp. 1931. Ekkert lát á góðum aflabrögðum. Smá verðhækkun fyrri hluta árs eykur mönnum bjartsýni en síðan hrynur verðið sem var komið upp í 120 krónur niður í 50 krónur í árslok. Framundan er samfellt erfiðleikaskeið í útgerðinni og þar kemur að fjöldi útgerðar og fiskverkunarfélaga verður gjaldþrota. Ný útgerðarform eru reynd til að vega upp á móti hinu skelfilega ástandi. Samvinnufélagsútgerðir að ísfiskri fyrirmynd og bæjarútgerðir. Tími hins óhefta einkaframtaks er að líða undir lok á Íslandi. 1932. Þjóðir breska samveldisins mynda lokað viðskiptabandalag. Krafa jafnkeypis viðskipti breiðist út til markaðslanda Íslendinga í Suður-Evrópu sem öll eru landbúnaðarlönd. Útilokað er fyrir Ísland að verja 60% útflutningsframleiðslu sinnar til jafnvirðiskaupa á landbúnaðarvörum. Á ísfiskmörkuðunum bæði í Þýskalandi og Bretlandi eru settir innflutningstollar. Íslendingum verður nú ljóst að vágestur heimskreppunar hefur sótt á heim og læst klóm sínum í þjóðarbúskapinn. Bagalegast fyrir útgerðina er svo stefna ríkisstjórnarinnar að halda genginu frá 1925 óbreyttu. Fiskframleiðendur sjá að þeir verða að bjarga sér sjálfir. Fyrir þrýsting frá bönkunum ákveða þeir að hætta innbyrðis samkeppni og styrkja þannig stöðu sína á saltfiskmörkuðunum. Þeir setja á stofn sölusamband íslenskra fiskframleiðenda sumarið, en með því hyggjast þeir standa sameiginlega að sölu og útflutningi á saltfiski. Eftir stofnun sölusambandsins vænkast hagur framleiðenda fyrst sinn. Málefni útgerðarinnar gefa hins vegar ekki tilefni til bjartsýni, en þau eru einnig rædd á vettvangi sölusambandsins þar sem margir verkendur eru jafnframt útgerðarmenn. Já, verkafólk til sjós og sveita. Vaxandi atvinnuleysi og verkföll skerpa stéttaandstæðurnar og aukin harka færist í átökin milli útgerðarmanna sem eiga atvinnutækin og verkalýðsins sem berst fyrir nauðþurftum. Og öreig anna, eining. Einstaka útgerðarmenn eins og Einar Guðfinnsson í Bolungarvík bjóða kreppunni samt byrgin, en Einar lætur smíða 5 vélbáta á kreppuárunum. Haustið 1934. Ný ríkisstjórn tekur við völdum sem hefur ríkisforsjá á stefnuskrá sinni. Sjávarútvegsmál eru megin viðfangsefni þingsins. Milliþinganefnd sem rannsaka hefur hag sjávarútvegsins telur að algert hrun blasi við útgerðinni og gerir tillögur úrbætur með stofnun skuldaskilasjóðs og fiskveiðisjóðs. Hraðfrysting er nýjung í fiskverkun sem bæði þingmenn og framámenn sjávarútvegsins binda miklar vonir við. Þegar Alþingi setur lög sérstaka fiskimálanefnd sem bjargráð fyrir sjávarútveginn, á uppbygging hraðfrystiðnaðar, markaðsöflun og útflutningur frystra sjávarafurða að vera eitt af höfuðverkefnum nefndarinnar. 2 frystihús voru fyrir í landinu þegar nefndin tók til starfa árið 1935, en þegar á næsta ári voru reist 6 ný frystihús. Hraðfrystingin hefur samt enga burði til að taka við því hlutverki sem saltfiskurinn hefur gegnt í vöruútflutningi þjóðarinnar þegar Spánn, aðalmarkaðsland Íslendinga, lokast í kjölfar borgarastyrjaldar á árinu 1936. Ástandið verður svo alvarlegt að Kveldúlfur, stærsta atvinnufyrirtæki landsins, rambar á barmi gjaldþrots. En neyðin kennir naktri konu að spinna. Fiskframleiðendur eru hvattir til að taka upp skreiðarverkun að nýju og létta með því á saltfiskframleiðslunni, en þessi gamalkunna verkunaraðferð hefur legið niðri síðan á 19. öld. Rækjuveiðar hefjast í Ísafjarðardjúpi að frumkvæði Ísfirðinga, en þeir höfðu áður gert tilraunir með þennan veiðiskap án þess að framhald yrði á. Ísfirðingar gerast jafnframt brautryðjendur í niðursuðu með stofnun rækjuverksmiðju Ísafjarðar. Nokkrir togarar hefja karfaveiðar fyrir áeggjan fiskimálanefndar haustið 1935. Fram að þessu hafði karfanum að mestu verið hent, en nú var hann tekinn til bræðslu.
Á næsta ári lögðu 18 togarar upp karfa hjá 7 síldarbræðslustöðvum, þar á meðal þessari á Sólbakka við Önundarfjörð. Íslendingar eiga frumkvæði að því að taka upp lifrarbræðslu um borð í togurunum, en laun togarasjómanna miðast að stórum hluta við lifrarfeng. Lifrarbræðslur í landi eru endurbættar og framfarir verða í vinnslu lýsis úr þorskalifur. Á árinu 1935 verður hlutur lýsisins í heildarútflutningnum meiri en nokkru sinni fyrr. Allar þessar nýjungar voru góðra gjaldaverðar en báru þó ekki fullan árangur fyrr en síðar. Hinn raunverulegi bjargvættur þjóðarinnar í kreppunni var hins vegar síldin. Síldarbræðsla þróaðist í stóriðnað á kreppuárunum. Til marks um það voru 6 nýjar síldarverksmiðjur, stórar og smáar, reistar á síðari hluta kreppuáratugarins. Verksmiðjurnar voru reistar á methraða og búnar fullkomnustu tækjum. Síldarverksmiðjan á Djúpuvík, reist árið 1935, hafði forgöngu að taka í notkun nýjan löndunarbúnað, krana og færibönd sem leystu handvagnana af hólmi. Sagt að Hjalteyrarverksmiðja þeirra Kveldúlsmanna sem reist var á rúmum 3 mánuðum árið 1937 hafi borgað sig samsumars og þar með dregið úr mestu skuldabyrði Kveldúls. Hefði síldarinnar ekki notið við á þessum árum hættuð að sjálft þjóðarbúið hefði orðið gjaldþrota. Samhliða bræðslu mikið saltað af síld, en á sjávarútvegsþinginu árið 1935 tókst loks að koma langþráður skipulagi á sölu saltsíldar með stofnun síldarútvegsnefndar. Árin 1937 til 1938 verða metár í framleiðslu síldarafurða. Eftir sem áður nær síldariðnaðurinn ekki að fylla upp í það skarð sem rofið hafi verið í saltfiskútflutningin. Sjávarútvegurinn í heild rekinn með tapi. Þjóðin á ekki fyrir nauðþurftum og safnar skuldum handa börnum sínum. Á heimilum vorum hungur og sorg. Framtíð hins nýja Íslands ekki björt á þessum eymdartímum, því þó að síldarútgerð gangi vel, þá dragast þorskveiðar saman. Útgerðin hangir á horriminni með þeim afleiðingum að 100 fjölskyldna í sjávarplássum landsins búa við atvinnuleysi stóran hluta ársins. Togaraflotinn drabbast niður því engin tök eru á að sinna nauðsynlegu viðhaldi hans, hvað þá endurnýjun. Úthaldið minnkar og skipastóllinn dregst saman. Þau ytri skilyrði sem togarútgerðin býr nú við hafa aldrei verið jafn nöturleg. Með því að halda genginu frá 1925 óbreyttu eru henni í raun allar bjargir bannaðar. Útgerðarmenn sem hittast á vettvangi sölusambandsins í Reykjavík sjá nú nauðsyn þess að stofnuð verði sambærileg samtök sem einbeiti sér að sérhagsmunum útgerðarinnar. Nauðsynlegt að sameina kreftana. Janúar 1939. Útgerðarmenn koma til Reykjavíkur til stofnfundar Landssambands íslenskra útvegsmanna. Útvegsmannafélög úr öllum landshlutum og félag íslenskra botnvörpuskipaeigenda mynduðu landssambandið. Fulltrúi togaramanna Kjartan Thors kjörinn stjórnarformaður. 2 mánuðum síðar fella stjórnvöld gengið og viðurkenna þar með að útgerðin sé komin í slík þrot að fjárhagslegt hrun landsins í yfirvofandi. En nú þarf að bregðast við fleiru en vanda útgerðarinnar. Styrjöld brýst út í Evrópu. Íslendingar standa frammi fyrir því að hafsvæðið umhverfis landið, sjálf lífæð þjóðarinnar, orðið vígvöllur í mesta hildarleik mannkynsins. Styrjöldin markar þáttaskil í sjávarútvegssögu Íslendinga. Hætturnar á höfunum margveldast bæði við fiskveiðar og siglingar með aflan og markað. Á fiskmörkuðunum verða algjör umskipti. Fiskveiði þjóðins og Bretar má hafa sig alla við að verjast árásum Þjóðverja og því stundar aðeins 1/4 breska togaraflotans fiskveiðar í stríðinu. Stríðið hefur matvælaskort í för með sér. Eftirspurn eftir fiski fer því vaxandi. Hefðbundin markaði fyrir saltfisk og saltsíld lokast, en tækifæri gefst fyrir Íslendinga að hefja stórsóknin á breska ísfiskmarkaðinn.
Ísfiskur hins vegar ekki lengur seldur til Þýskalands. Markaðsverð í Bretlandi hækkar svo snögglega að það tekur íslenska útgerðarmenn ekki nema ár að losa sig út úr langvarandi taprekstri kreppuárana. Launakjör sjómanna batna einnig mikið en þeir fá nú hlutdeild í söluandvirðinu. Innflutningur á ísfiskmarkaðinn í Bretlandi var gefinn frjáls fljótlega eftir að styrjöldin hófst, enda hafa fiskveiðiþjóðir Evrópu nú öðrum hnöppum að hneppa en að stunda fiskveiðar. Það kaldhæðnislegt að það skuli hafa þurft heimstyrjöld til að losa íslenskan sjávarútveg út úr taprekstri og gjaldþrotum undan gengina kreppuára. Maí 1940. Bretar hernema Ísland. Gamla samfélagið á Íslandi líður nú endanlega undir lok. Hernámið skapar næga atvinnu sem kemur í stað hefðbundinnar vinnu á saltfiskreitum og síldarplónum. Þar með losnar þjóðin undan atvinnuleysi og hokri kreppuárana. En þó að vinna landverkafólks minnki við undirstöðu atvinnugrein landsins verður hlutur sjómanna og útgerðarmanna í sjávarútvegssögu þessara örlagaríku tíma þeim meiri. Þetta hernámssumar var met síldveiði. Þótt söltun hafi að mestu lagst af haldið áfram að veiða síld til bræðslu. Nú stunda einungis bátar síldveiðar. Þjóðin býr nú að þeirri uppbyggingu sem átti sér stað í síldarbræðsluiðnaðinum á kreppuárunum. Nægur markaður fyrir síldarmjöl og lýsi í Bretlandi. Þetta sumar tekur ný síldarverksmiðja ríkisins til starfa á Raufarhöfn. Hagur bátaútgerðarinnar vænkast og bátasmíði eflist í stríðinu. Með fjölgun vélbátana eykst rúmlestastarf fiskveiðiflotans þrátt fyrir að línuveiðurum og togurum fækki. Íslendingar sigldu inn í heimsstyrjöldina með 20 ára gamlan úr sér genginn togaraflota. Gárungarnir sögðu að þessi skip væru orðin slíkir riðkláfar að taka mættu þau í nefið. Álagið á menn og skip gífurlegt. Allir vilja græða sem mest, útgerðarmenn, skipstjórar og sjómenn. Til að hafa sem mest upp úr ísfiskveiðunum var lestarrými togaranna aukið og var þegjandi samkomulag þessar vafasömu breytingar milli sjómanna og útgerðarmanna. Eftir því sem meiri fiskur kom borð minnkaði sjóhæfni skipanna og ekki bætti úr skáks úr stríðsráðstöfun að styrkja brúna með steypu og stálplötum. Koma þarf í veg fyrir að Þjóðverjar fái mikilvægar fjarskiptaupplýsingar og því ekki lengur útvarpa veðurfréttum og notkun loftskeytatækja einungis leyfð í neyðartilvikum. Ísfiskveiðar eru alls ráðandi í stríðinu. Þegar fiskur tók að hrannast upp í lestinni og lifrarfötum hafði verið staflað aftur á bátadekk, fór hleðsla skipanna að verða svo röng að þau urðu illfærum að mæta aftakaveðrum. Fullyrt að sjómönnum hafi stafað meiri hætta af þessari röngu hleðslu togaranna heldur tundurdublum eða kafbátaárásum. Veiðitúrar togaranna voru stuttir vika til 10 dagar. Halamiðin út af Vestfjörðum voru aðal fiskimið togaranna í stríðinu. Þessi fiskislóð ásamt austfjarðamiðum þakin tundurdublum og ekki óalgengt að þau slæðist með í vörpuna sjómönnum til hrellingar. Aflabráð yfirleitt góð vegna minnkandi sóknar útlendinga á Íslandsmið. Allur fiskur hausaður til að hægt sé að troða sem mestu í lestir skipanna. 1941. Stríðsátök á Atlantshafi. Kafbátar, flugvélar og tundurdufl ógna siglingaleiðum og fiskimiðum. Þetta ár verður mesta mannskaða ár Íslendinga á öldinni. 140 sjómenn og 19 skip farast af völdum náttúruhamfara og styrjaldar. Óhug slær á þjóðina og gert hlé á siglingum til Bretlands vorið. Sumarið gera Bretar viðskiptasamning við Íslendinga sem tryggir þeim kaup á bátafiski á föstu verði. Til fiskflutningana leigðu þeir 30 íslensk og jafnmörg færisk skip.
Samningnum fylgdu ýmsar takmarkanir og kvaðir á Íslendinga enda leiddi hann brátt til vaxandi erfiðleika bæði í útgerð og frystingu. Frystiðnaðurinn var byggður upp með þeim takmarkaða afla sem landað var heima. Hraðfrystihúsin voru orðin yfir 40 talsins þegar frystihúsamenn stofnuðu sölumiðstöð hraðfrystihúsana í miðju stríðinu. Bretar tryggðu sér einnig frysta fiskinn á föstu viðskiptasamningsverði og heimiluðu einungis 200 lesta útflutning til Bandaríkjanna á ári. Sumarið 1941. Orustan Atlantshafið færist í aukana. Þjóðverjar verða að einbeita sér að stóru siglingalestunum frá Ameríku til Evrópu. Við það skapast svigrúm fyrir Íslendinga að hefja siglingar á nýju. Nú ákveðið að landa í Fleetwood á vesturströnd Bretlands en sigling þangað bæði styttri og hættuminni. Skipin eru greinilega merkt Íslandi og þannig reynt að forða þeim frá árásum með því að höfða til hlutleysis Íslendinga. Áður en haldið í siglingu skipt skipstjóra og fækkað í áhöfn. Veiðarfæri og lifrarföt eru sett á land. Þegar togararnir voru ekki með fullfermi keyptu þeir stundum í sig bátafisk en nú kemur breski viðskiptasamningurinn í veg fyrir það. Þessi línuveiðari eingöngu í fiskflutningum. Togararnir sigldu einu síns liðs framan af en þegar leið á stríðið reyndu þeir að hafa samflot væri þess kostur. Siglingatúr togara til Grimsby og Hull tekur 15 daga en 10 daga til Fleetwood. Skipin sigla almyrkvuð á milli landa til að minni hætta sig á að þau verði fyrir árás. Ekki slegið af á útsiglingunni þegar ná þarf ákveðnum söludegi stundum í kapp við annan togara. Þrátt fyrir breyttar aðstæður vofðu ógnir stríðsins stöðugt yfir sjófarendum öll stríðsárin. Þjóðverjum nægði ekki að sökkva skipum, heldur áttu þeir til að strádrepa skipshafnirnar með aðstoð flugvéla, jafnvel eftir að menn höfðu bjargast frá sökkvandi skipi upp á björgunarfleka. Af þessum sökum var hríðskotabyssum komið fyrir borð í fiskflutningaskipunum. Sofið aftast í togurunum sem þykir öruggara ef til áreksturs kæmi. Ógnir stríðsins leiddu til þess að meira varð unga menn til sjós en áður. Gömlu karlarnir notuðu tækifærið og fóru í land, en siglingarnar freistuðu ungumannana af ýmsum ástæðum. Karlmannsleysi setti svip á mannlífið í ensku hafnarbæjunum og hafði bæði áhrif á konurnar sem fyrir voru og sjómennina sem komu slarkaðir í höfn með fiskinn handa þeim í soðið. Á stríðsárunum fóru íslensku togararnir hátt í 2200 ferðir með fisk til Bretlands. Íslendingar munu hafa aflað 40% þess fisk sem Bretar neittu á stríðsárunum. Fullir hefur verið að aldrei hafi jafn lítil og léleg skip skilað íslensku þjóðinni jafn miklum verðmætum á jafn skömmum tíma. Meðan á löndum stóð var farið á fjörur við kvenfólkið og drabbað á danstöðum og pöbbum bæjarins eftir að nauðsynlegum verslunarerindum var lokið. Að þessu sinni þarf að halda upp á stór atburð. Samþykkt hafði verið í þjóðaratkvæðagreiðslu að stofna lýðveldi á Íslandi. Hver sem vettlingi getur valdið fer til Þingvalla til að vera viðstaddur þennan sögulega atburð. Sjómenn á hafi úti eða í erlendum höfnum verða að láta sér nægja að senda fulltrúa sína á vettvang, kærustur eða eiginkonur og börn. 17. júní 1944. Lýðveldi stofnað á Þingvöllum. Styrjöldin hefur neytt Íslendinga til að taka stjórn utanríkismála í eigin hendur eftir að sambandsþjóðin Danmörk hafi verið hernumin af Þjóðverjum. Gildistími sambandslagana frá 1918 var útrunninn. Miðað við aðstæður var talið rétt að láta lýðveldisstofnun koma til framkvæmda. Á þessum tímamótum í sögu þjóðarinnar verða ein þáttaskilin í sjávarútvegssögunni.
Alþingismennirnir sem hér ganga til Lögbergs ákveða haustið að treysta efnahagslegan grundvöll hins nýja lýðveldis með því að verja stórum hluta hagnaðarins af fisksölunum og tekjum frá hernámsliðinu til að endurreisa sjávarútveg landsins. Lýðveldisstofnunin var komin undir viðurkenningu Breta og Bandaríkjamanna. Afstaða Breta var háð því skilyrði að Íslendingar riftu ekki samningnum 3 mílna landhelgi frá árinu 1901. Þegar Sveinn Björnsson, fyrsti forseti lýðveldisins, undirritar reiðstaf hafa Bretar því nokkurt tak á sjávarútvegi þjóðarinnar sem losa verður Táknræn merki þess sjást næsta dag þegar ómurinn af hátíðaræðu forsetans berst af svölum Alþingishússins glugga Hótel Borgar, þar sem frystihúsamenn að ráða framkvæmdastjóra fyrir nýstofnaða söluskrifstofu sína í New York. Þar með hafin stórfelld sókn hins unga lýðveldis inn á framtíðarmarkað í Bandaríkjunum fyrir frystar sjávarafurðir. En bið verður á því að nýsköpun í sjávarútvegi komi til framkvæmda því stríðinu ekki lokið. Haustið 1944. Síversnandi afkoma bátaútvegsins vegna styrjaldarinnar verður til þess að yfir 100 útvegsmenn hvaðanæva af landinu koma til LIU-fundar í höfuðstaðnum. Fyrir liggur að endurskipuleggja þurfi landssambandið en starfsemi þess hafði ekki komist í það horf sem ráð var fyrir gert vegna stríðsins. Samtökin höfðu verið gagnrýnd fyrir að einblína of á togaraútgerð og vanrækja hagsmuni bátaútgerðarinnar. Nú skildi hlutur bátaútgerðarmanna réttur við, enda veiddu bátarnir 60% þorskaflans auk síldarinnar sem ekki lengur veidd af togurum. Samþykkt voru ný lög fyrir LIU sem hér var til húsa og kosin ný stjórn. Bátaútgerðarmaðurinn Sverrir Júlíusson var nú stjórnarformaður. Útgerðarmenn styðja áætlun ríkisstjórnarinnar nýsköpun atvinnulífs og endurnýjun þessara úrsérgengnu fiskiskipa að stríði loknu. Sumarið 1945. Heimsstyrjöldinni lokið. Evrópa í sárum og þar mikil þörf fyrir matvæli. Íslendingar ákveða að nýta sögulegt tækifæri og verða fyrstir til að endurreisa sjávarútveg sinn á meðan þjóðir heims að reisa borgir sínar úr rústum. Þegar hafist handa að hrinda nýsköpunar áformum ríkisstjórnarinnar í framkvæmd því hætt við að stríðsgróði Íslendinga brenni upp ef þeir komast ekki strax að í skipasmíðastöðvunum. Á sama tíma kemur fram hugmynd að nýrri gerð togara sem kynnt útgerðarmönnum og skipstjórum í Reykjavík. Höfundurinn Andrés Gunnarsson vélstjóri smíðaði þetta líkan að fyrsta skuttogarasögunar sem hann hér að afhenda sjóminjasafni Íslands til varðveislu rúmum 4 áratugum síðar. Andrés notaði líkanið til að kynna hugmynd sína sem skilmerkilegast og reyndi að fá menn til að smíða einn slíkan skuttogara í tilraunaskyni. En enginn spámaður í sínu föðurlandi. Íslendingar sem í upphafi nýsköpunar áttu næga peninga til að láta smíða þennan skuttogara framtíðarinnar og þar með verða fyrstir í fiskveiðisögunni til að hefja skuttogara útgerð, höfnuðu hugmyndinni. Þess í stað samdi ríkisstjórn hins unga lýðveldis við nokkra skipasmíðastöðvar í Bretlandi smíði á 32 síðutogurum. Bretar höfðu með höndum yfir helming allra skipasmíða heimsins á þessum tíma en drógu það við sig að endurnýja eigin togaraflota. Cochrane & Son í Selby skammt frá Hull ein skipasmíðastöðvanna sem Íslendingar sömdu við. Hingað kom Andrés með skuttogara líkan sitt eftir að Íslendingar snéru við honum baki og lét gera skipatekningu eftir því. Hér hafði Andrés ekki erindi sem erfiði fremur en á Íslandi, en hvernig sem því víkur við var það hlutskipti Breta að smíða fyrsta skuttogara sögunar nokkrum árum síðar. Undir lok stríðsins hafði ríkisstjórn Íslands samið smíði á 50 vélbátum í Svíþjóð, allmargir bátar voru smíðaðir í Danmörku og hafinn var smíði á 30 bátum hér innanlands. Á árunum 1946-7 bættust við yfir 100 nýjir vélbátar í fiskiskipastöð landsmanna. Hver nýr bátur mönnum mikið fagnaðarefni því land allt bátarnir hinn breiða undirstaða sjávarútvegsins.
Hér er verið að hleypa hafbjörgu af stokkum skipasmíðastöðvar Hafnarfjarðar árið 1946. Á þessu og næsta ári voru Svíþjóðarbátarnir svonefndu afhentir. Þeirra á meðal var Faxaborgin. Með stækkun vélbátana var farið að gera það út á vetrarvertíð frá höfnum sem lágu fjær miðum en áður var talið hagkvæmt. Vertíðarbátunum var ætlað að stunda síldveiðar á sumrin því áfram var búist við góðri síldveiði eins og verið hafði á stríðsárunum. Síldveiðar höfðu fram til þessa skilað mestum hagnaði í sjávarútveginum. Í samræmi við það er uppbygging síldarbræðsluiðnaðarins stór þáttur í nýsköpun atvinnulífsins. Afkastageta síldarverksmiðjanna var aukin til muna. Stór útgerð eins og Kveldúlfur sem hafði bolmagn til að kaupa 6 togara veðjaði á síldarbræðslur. En þegar til átti að taka bólaði hvergi á síldinni. Febrúar 1947. Fyrsti nýsköpunartogarinn Ingólfur Arnarsson kemur til landsins. Togarunum hafði verið úthlutað árið áður og kom Ingólfur í hlut bæjarútgerðar Reykjavíkur. Í annað sinn á rúmum aldarfjórðungi gerist það nú að Íslendingar endurnýja fiskiskipastól sinn í kjölfar heimsstyrjaldar og í framhaldi af stór áföngum í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. Koma togarana til heimahafnar er því hvarvetna tilefni hátíðarhalda enda telja Íslendingar sig nú verða vitni að stórfelldustu atvinnuuppbyggingu í sögu landsins. Svo breyting var nú í togarútgerðinni að einkaaðilar héldu að sér höndum en bæjarútgerðir og hlutafélög í meirihlutaeigu sveitarfélaga eignuðust og gerðu út flesta togarana. Bæjarútgerð Reykjavíkur var til dæmis stærsta útgerðarfélag landsins á næstu árum og gerðu út 8 togara þegar umsvifin voru mest. 6 nýsköpunartogarar komu til Hafnarfjarðar sem varð áfram annar stærsti togarabær landsins. 3 togarana komu í hlut bæjarútgerðar Hafnarfjarðar en hinum 3 var úthlutað einkaaðilum. Þeirra á meðal var Surprise sem kom í hlut Einars Þorgilssonar. Það varpar nokkrum skugga á komu 21 togara til landsins á árinu 1947 hversu mjög ferð að síga ógæfuhlíðina í efnahagsmálum þjóðarinnar. Erlendar innistæður eru gengnar til þurrðar og er afkoma sjávarútvegsins orðin báborinn vegna síldarleysis og seinkunar á því að togararnir kæmust í gagnið. Með komu Kaldbaks til Akureyrar voru 1947 hófst samfelld togarútgerð í höfuðstað Norðurlands. Útgerðarfélag Akureyringa sem stofnað var til að gera togaran út var hlutafélag bæjarins og nokkura fyrirtækja og einstaklinga. Fljótlega eignaðist félagið 2 togara til viðbótar og var togaraútgerðu frá þessu mikil lyftistöng fyrir atvinnulífið á staðnum. Lánafyrirgreiðsla sú sem nýsköpunarstjórnin beitti sér fyrir auðveldaði endurreisn togaraútgerðarinnar þar sem togarafélögum gafst kostur á 80% lánum til togarakaupa á aðgengilegum kjörum. Það var því kannski meira af kappi en forsjá að togurum var úthlutað til 14 staða á landinu á næstu árum. Þegar nýjustu og best búnu togurum heims er haldið til veiða frá helstu sjávarplássum landsins trúa með því að hægt verði að stunda sjó á þessum stóru skipum í hvaða veðri sem er. Þessi helmingi stærri skip en gömlu togararnir, knúin 1000 hestafla olíukynntum gróðuvélum, efldu þá trúmanna að nú yrði hægt að viðhalda þeim lífskjörum sem áunnist höfðu á stríðsárunum. Nýsköpunartogararnir eru fyrstir fiskiskipa búnir radar og dýftarmæli. Úrval skipstjórar vorum í skipin og gátu valið mannskap því fyrstu árin var slegist pláss eins og virðingarstöðu væri að ræða. 32 menn voru ráðnir á hvert skip og var verkaskiptingin að mestu sú sama og á gömlutogurum enda urðu engar teljandi breytingar á veiðiaðferðum þótt skipin hefðu stækkað. Áfram var unnið í 12 tíma og hvílst í 6. Með nýsköpunartogurunum varð bylting í bættum aðbúnaði skipshafnarinnar borð. Haustið 1947. Síldin er komin. En öllum óvörum birtist hún á sundum undir Reykjavík og í Hvalfirði en ekki fyrir norðan þar sem uppbygging síldariðnaðarins hafði átt sér stað.
Útgerðarmenn hafa beðið þessara stundar svo lengi að þeir hirði ekki að senda báta sína á vetrarvertíð og fyrir varir eru 170 skip farin að ausa upp silfri hafsins þó svo að engin aðstaða sé til móttöku síldarinnar. Mikið magn var flutt norður með ærnum tilkostnaði auk þess sem ráðist var í fjárfrekar endurbætur á bátum og verksmiðjum fyrir sunnan. En þegar til átti að taka hvarf síldin jafn skyndilega og hún hafði birst. 1948, 10 togarar afhentir Íslendingum. Ríkisstjórnin semur við Breta smíði 10 togara til viðbótar. Díselvélar eru settar í 2 af þessum togurum. Síversnandi efnahagsástand veldur því að ákveðið er að þykja Marshall aðstoð frá Bandaríkjunum og nýta hana meðal annars til þessara togarakaupa, en slík efnahagsaðstoð var einkum ætluð stríðshrjáðum Evrópuþjóðum. 3. togarinn með díselvél var smíðaður þetta ár fyrir Guðmund Jörundsson en án milligöngu ríkisins. Engin frekari endurnýjun varð í bátaflotanum næstu árin vegna sívaxandi efnahagsörðuleika og síldarbrests. Netaveiðar höfðu fram til þessa svo til eingöngu verið bundnar við Vestmannaeyjabáta, en upp úr 1950 fara bátar frá öðrum útgerðarstöðum að stunda netaveiðar síðari hluta vertíðar en halda sig við línuna fyrir hlutan. Á þessum tíma veiða bátar og togarar víða á sömu miðum og skipta botnfiskaflanum nokkuð jafnt á milli sín. Fiskistofnarnir við Íslandsstrendur höfðu náð að jafna sig í styrjöldinni og fór heildaraflinn vaxandi fyrst sinn. Það tók menn samt nokkur tíma að ná tökum á nýju togurunum áður en afkastageta þeirra skilaði sér til fulls í afla. Fljótlega kom að því að Íslendingar yrðu ekki einir hituna á fiskimiðum sínum. Erlendar fiskveiðiþjóðir með Breta og Þjóðverja í broddi fylkingar sem nú höfðu endurnýjað fiskiskipastól sinn fóru að keppa við Íslendinga fiskinn. Smám saman fóru að síga á ógæfuhliðina í útgerðinni. Rekstrarskilyrðin voru sérstaklega andsnúin togurunum og gengisskráningin miðaðist í stríðsmarkaðsverð á fiski sem löngu var fallið. Erfiðleikar við að fá rekstrarfé inn í útgerðina var ein ástæðan fyrir því að frá stríðslokum og framundir 1950 lögðu togararnir megin áherslu á að fiska fyrir ísfiskmarkaðina í Bretlandi og Þýskalandi. Fljótlega eftir stríðið gerðu Bretar sig líklega til að bola íslenskum togurum út af ísfiskmarkaðinum eftir að þeir hófu uppbyggingu eigin togaraflota. Hagsmunir breskra útgerðarmanna og sjómanna voru miklir og óttuðust þeir samkeppnina við Íslendinga. Siglingar báta á ísfiskmarkað lögðust af eftir stríð vegna þess að ekki var lengur hagkvæmt að selja bátafisk í Bretlandi. Bátum var hins vegar gert auðveldara fyrir en togurum að landa afla sínum heima með ríkisábyrgð sem tryggði þeim lágmarks fiskverð. Bátar bjuggu af þessum sökum við betri rekstrarskilyrði heldur en togarar. Uppbygging hraðfrystihúsanna eftir stríðið byggðist fyrst og fremst á bátafiski en alltaf var samt einhverjum hluta togaraflans landað heima. Þótt hraðfrystiðnaðurinn væri í örum vexti þá ruddi hann ekki öðrum vinnslugreinum úr vegi heldur verða nú þau sögulegu umskipti í sjávarútveginum að fleiri vinnslugreinar en áður taka að þróast hlið við hlið og togast á fiskinn. Þau gagnkvæmu áhrif á útgerð og fiskvinnslu sem þessi umskipti hafa í för með sér koma greinilegi ljós á árinu 1950. Á því ári hafði Íslendingum tekist að endurnýja öll gömlu viðskiptasamböndin á saltfiskmörkuðunum. Á sama tíma tók að gæta alvarlegs aflasamdráttar á þorskveiðum við Ísland en með því að salta fiskinn borð gátu togararnir nýtt sér fjarlæg mið við Grænland og í Hvítahafinu. Á þessum tíma opnast skreiðarmarkaðirnir á ný en skreiðarframleiðslan tekur bæði við þeim fiski sem ekki hentar til saltfiskverkunar og keppir við saltfiskin og hraðfrystinguna fiskkaup af útgerðinni. Þessar breytingar leiða til þess að frystihúsin standa frammi fyrir hráefnisskorti. Það ýtir undir karfaveiðar togarana sem eru hafnar að nýju á árinu 1950. Aflasamdráttur og síldarleysi styrkir Íslendinga í þeirri ákvörðun sinni að segja upp 50 ára gömlum samningi 3 mílna landhelgi
og búa sig þannig undir það verkefni framtíðarinnar að vernda fiskistofnana með því að takmarka sóknina. Það nýja Ísland sem lagður var grunnur að með vélvæðingu sjávarútvegsins síðustu aldamót nú að verða full skapað. Í þessu nýja þjóðfélagi mikið byggt. Í húsin þarf heimilistæki og síðan þarf að kaupa bíl og málverk í stofurnar og opna þjóðleikhús í bænum. Neyslusamfélag að skjóta rótum á Íslandi. Innflutningurinn orðinn svo mikill að sjávarútvegurinn stendur vart undir þeim kröfum sem til hans eru gerðar. Fyrr en varir gjaldeyrir sjóðurinn orðinn óhagstæð. En nú þarf að vinna bug á fátæktinni, losa fólk úr bröggum stríðsáranna og leysa húsnæðisvanda þess fjölda fólk sem streymir til höfuðborgarinnar utan af landi. Til að stemma stigu við gjaldeyriseyðslunni og styrkja sjávarútveginn gripið til gengisfellingar á árinu 1950 sem þó nær ekki tilætluðum árangri. Þegar togararnir 10 sem byggðir voru fyrir Marshallféð koma til landsins togarútgerð ekki lengur arðvænleg. Fyrirsjáanleg vaxandi vandræði við að manna togarana. Einnig og eftir að koma í ljós að of mikillar bjartsýni hefur gætt í togaravæðingu úti á landi. Á árinu 1950 því margvíslegar breytingar og erfiðleikar að búa sig í því nýja Íslandi sem sjávarútvegurinn hefur byggt upp. Framundan tímabil sem mun einkennast af síharðnandi baráttu fiskinn. Sú barátta mun ráða úrslitum það hvernig nýrri kynslóð tekst að halda því við sem byggt hefur verið upp. Borð í togara vísbending að verið væri að búa þá út til veiða á fjarlæg mið við Grænland eða Hvítahafinu. Saltfisktúrar þangað taka 6 til 7 vikur og því þarf að byrgja skipin vel upp af salti, olíu og vistum fyrir mannskapinu. Þessar veiðar fyrstu eiginlegu úthafsveiðarnar í sjávarútvegssögu Íslendinga. Síharðnandi barátta fiskinn veldur því að á næstu árum hika útgerðarmenn ekki við að senda skip sín á úthafsveiðar hvenær sem nauðsyn krefur.